Nú ætlum við aðeins að skoða línuleg föll og örlítið hvernig við notum þau svona í daglegu lífi. Jöfnur línulegra falla líta svona út. Við að vísu þekkjum þau kannski betur á þessu forminu hér. Þar sem það eru komnar tölur inn í staðinn fyrir A og B. Breytan í þessu er í raun x-ið, það er talan sem breytist. Og eftir því sem að talan x breytist, þá breytir hún tölunni y. En alltaf með sömu föstunum hér. A-ið, sem í þessu dæmi hérna er talan 3, er það sem við kallum hallatala. Og B-ið, talan sem að stendur stök, er skurðpunktur við y-ás. Hvar línan fer í gegnum y-ásinu, þetta er eins og þið munið, þetta er bein lína. Þetta hér er kallað breytiliður, því þetta breytist eftir því sem við breytum x-inu. En þetta hér er kallaður fastaliður. Því að fyrir þessa línu er þetta alltaf eins. Þetta er alltaf ein tala. Það skiptir engu máli þó svo ég myndi skrifa þetta svona upp. Þetta er það sama. Það skiptir engu máli þó ég snúi þessu við. Þetta er hallatalan muniði. En þetta, þó ég snúi þessu við, þá verður þetta ekki hallatala. Það er alltaf talan sem er hjá x-inu. Og ef að jafna er ekki á forminu y er jafnt, þá þarf bara að umskrifa hana þannig hún verði það. Og þá notum við reglur í jöfnureikningi. Og ef þið treystið ykkur ekki alveg í það, þá skulið þið bara fletta upp myndbandi jöfnur. Já, það gilda bara ákveðnar reglur við þess að drögum frá eða leggjum við til þess að þurrka út hluti öðru megin. Ég get svo þessi sýnt ykkur smá. Svona. Þessi jafn er ekki á forminu y samansem. Hérna þarf ég að byrja á mínus á 3x báðum megin. Þið munið í jöfnum verði ég alltaf að gera það sama báðum megin til þess að raska ekki jafnvæginu. Þetta þurrkast út. 2y er jafnt og 6 mínus 3x. Síðan deili ég með 2 báðum megin. Þetta styttist út hérna. Og ég fæ út y er jafnt og 3 mínus 3 aðrir x. Og þetta get ég umskrifað sem mínus 3 aðrir x pluss 3. Þið passið að þessi mínus fylgir x-inu, en þessi tala er í pluss, þess vegna kemur pluss hér. Þannig hér er hallatalan mínus 3 aðrir og hérna er skurðpunkturinn við y-ásinn 3. Ef að ég ætti síðan að fara að teikna þessa jöfnu, skulum gera það bara hérna eldsnögt, þetta er nú orðið svolítið þétt hjá mér. Þá er þetta x-ás og þetta y-ás. 1, 2 og 3, við skulum segja þetta sé 1 og 1, 2 og 3. Þá fer ég í gegnum y-ásinn í punktinum 0,2, sem sagt hér. Svo fer ég hvert reit sem ég fer til hægri, þá fer ég 3 upp og gera annar punkt þar. Ef ég fer 1 til vinstri, þá fer ég 3 niður, það er hérna. Og svo ger ég línuna. En ef þið skoðið myndbandið hérna á undan í þessum spilunarlista, þá fer ég betur yfir þetta, hvernig við merkjum þetta inn. Nú ætlum ég að skoða dæmi. Þetta geti verið dæmi úr raunveruleikanum, úr hinu daglega lífi. Jói tekur húsbíl á leigu og hann borgar 50.000 fyrir að fá bílinn og svo 10.000 fyrir hvern dag. Útskýrðu með texta, jöfnu og grafi. Textin er bara Jói margfaldar fjölda daga og með 10.000 og bætir 50.000 við. Og hvernig skrá ég þetta í jöfnu? Jú,
Ég þarf að gera 10.000 sinnum fjöldi daga og fjöldi daga er breytan hérna muniði. Þá er það x og svo bætum við 50.000 við og þetta er y er jafnt og. Síðan þegar ég fer að teikna þetta, þá teikna ég graf og þegar ég er með graf þar sem ég er bara með plústölur, þá læt ég þennan hlut af grafinu vera mjög lítinn. Ef að ég væri jafn mikið að skoða plústölur og mínustölur, þá væri krossin hérna einhvers staðar í miðjunni, er það ekki? Þegar við erum að vinna með tölur sem kosta eitthvað, þá lendum við aldrei í mínus. Þetta er x-ás og þetta er y-ás. En hérna þarf ég líka að skrá hvað er þetta. Þetta er fjöldi daga. Og þetta er verð. Ég þarf að merkja hvað ásætni þýða. Svo þarf ég að skrá inn tölurnar hérna. Við skulum hafa þetta sé 20.000. Þetta er þá 40.000. 60.000 og 80.000 hérna. Hérna er 1, 2, 3, 4, 5. Hérna er sérst 1 dagur, 2 dagar, 3 dagar, 4 dagar. Þannig að tæknilega séð fyrir 0 daga þá kostar það 50.000 en það er fasta liðurinn, talan fyrir aftan muniði sem er ekki dags, hún er 50.000. Þannig að ég byrja þar, það er hér. Síðan fyrir 1 dag þá hækkar þetta 10.000, þá fer ég upp í 60.000 og ég gæti alveg gert gildistöflu hérna. Hvað er sérst 1 dagur, 2 dagar, 3 dagar. Þetta eru þá þægilegar tölur, ég þarf þess ekki. 2 dagar færi þá upp í 70.000, 3 dagar upp í 80.000 og svo get ég bara teiknað línu hérna. Þannig að ég sé ef ég prófa að taka hérna 6 daga, þá sé ég sirka bát hvað það kostar. Þið myndu nota rúðurnar í reiknibókinni þannig að verður þetta miklu nákvæmara. Ég er að gera þetta hérna fríhendis, ekki með neinar línur til þess að hjálpa mér. Þá verður myndin alltaf ónákvæm. Það er líka betra að nota reglustikku að gera línuna og reyna að vanda sig við þetta eins og maður getur. En svona notum við svolítið jöfnur og við þurfum að vita hver hallatalan er og svo þessi fasta punktur eða skurðpunkturinn við y-ásinn.